Fertur og fabulous. Fertugur og fabulous. Hörru, hann á afmæli daginn. Já, hann 1. fertugur. apríl og hann fertur. 1. Og búinn, ég hef ekki, Danni, frá því að var fertur, hef ég ekki stífæti í rektina. Nei. Ég hef ekki borðað einasta hollandbita. Ekkert grammiti. Lítið græmiti, mikið, ótrúlega mikið magna hamburgurum og frönskum líka sem ég sleppi ég alltaf. Já, já. Og svo daginn fór ég út í búð þegar ég kom heima þegar búið afmælisvika hjá mér. Þá fór ég út í búð og ég hugsaði, hvað ég köpum mér? En ég keypti mér pasta, eitthvað svona, þú veist, bara svona pastabita. Nei. Það er rjóminn. Mikið rjómi, keypti mér rjóma, pastasósu, oregano og basiliku. Þetta er smá grammiti. Gerði 500 grömm á pasta. Svo lá ég bara upp í sófa bara. Þetta er svo geggja samt sko. Þangað til að ég fekk bara, nei, nú er þetta árið fínt. Það er mjólkur, það er laktósinn. Laktósinn fór með mig. Já, en þetta er búið að vera mín uppistaða. Ég er búin að borða pítsu 5 dagir. Ok, góður. Ég tók Davidos. Ég er búin að taka frosna pítsur og í gær tók ég 30-dagstilboð. Og veistu, aldrei verið betri. Já. Þetta er nefnilega bara geggjað sko. Ég rændi Dominus pítsu af barþjónu á írska barnum í gær. Einmitt. Það er nefnilega, við þurfum að þræða við þurfum eiginlega að fara, nú er ég bara að fara yfir bara tímalínu, en hún er búin að vera rosalega tímalínu. Við erum búin að vera að tjúta og stór ammali. Við sko áttum báðir ammali með stuttumillibili. Við Hrútarnir 2 nýja nafnið á podcastinu okkar. There you go. Og svo sem sagt koma páskarnir og ég hef alltaf haldið því fram að páskana þegar fólk svona aðeins að missa vitið. Það byrja að vora, það byrja að birta. Ég segi ekki það er lægð eftir lægð, en það byrja að birta. Það byrja að birta. Og þá virðist einhvern veginn fólk þurfa að halda fram, já. There you go. Já, og sko, eða bara eins og við, bara hrinn í það, skilur við? Eða bara vera fullir og, eins og ég segi, fullir og fabulous, þetta er lítið um mér. Fertur og fabulous, fullir og fabulous. Fertur, fullur og fabulous. Og ég hlakka svo til þegar close friends of mine á Instagram fá gimmyndirnar aftur. Ég ætla, þið getur sótt fólk er búið að sakna þess. Þið getur sótt að fara í close friends hjá Svenna. Það er búið að vera eftirspurn eftir fleiri gimmyndum. En sko, ég held líka með þetta vordæmi, mest fínt að, sko, þarna eru flestir að skríða upp úr þunglindi, skammdegis þunglindi. Já, en veistu það er eiginlega samt ekki fyrir fólki sem að virðist alltaf getur ekki sko ríghaldið sér í sínu sambandi. Já, eða bara á þess að hlaupa undan eins og ykkur belli á svelli. Eða að fara á bender. There you go. En þá, þarna ég verði að segja að þessi vetur er alveg hingað til búið að vera bara svona algjörlega kjörin til framhjóðalds. Fullkomið. Það búið að vera bjart í vetur, þælegu vetur, þú veist, nokkar lægðir núna, allt í góðu, en þú veist, yfir höfuð er þetta búið að vera mjög gott landslag fyrir að óta sínu tippi eða píku í einhver sem það á ekki heim í. Já, óta píku er alveg ákveðið lúk. Já, óta minni píku. Heyri, en byrjum samt, þú fórst í Prag. Já, ætli þetta byrja ekki með Prag, því að ég fór daginn eftir seinasta þátt. Já. Ég sem sagt... Ég hafði mikla ráðgjöður. Já, það var rosalega gott að hafa þig. Og pappa. Pappi sko var sjálfur í antisportfélagi sem hét antisportfélagið Anton. Já. Því að íþróttakennarinn í Laugarvatni hét Anton. Já, eitthvað svona legend. Já, eitthvað svona. Og þá eru þeir antisportfélagið Anton. Mér það gott. Allavega, hann var mér til handar hérna og þú. Já. Pepman. Sem skildu mig, því að þarna þurfti ég vin. Já. Ég sem sagt, það byrja með því að ég kann ekki að segja nei. Og ég spurði hvort ég vilja hlaupa hálfmaraþon í Flórida. Sem þú gerðir. Sem ég gerði. Ég sagði bara hlaupa það. Góðan tíma. Fínum tíma, æfðum við ekkert, prófaði þetta. Ótrúlega leiðilegt. Ótrúlega leiðileg upplifun bara, í alla staði. Þetta er held ég leið, þú vart að ljúga því ef fólk er bara eitthvað, þetta er skemmtilega smikið. Þetta er bara eitthvað fíklar. Endorfín. Þetta er upp til hópa uppgjafa bitur. 100%. Þetta er ofskunnars hægt að drekka.
fór að hlaupa. Beint að hlaupa. Þetta eiginlega eina sem ég hef. Já, en það þekki allir einhvern. Og það var enda að taka skot í þessu Flóridahlaupi. Það var gaman. Hleypir lífi. Já, ég vildi taka 4, sko. Ég var bara að koma með þetta. Hvernig skot samt? Heyrðu, ég að ríða upp. Það var eitthvað svona hot and sweet eitthvað. Új. Já. Agalegt. Það er versta skot. Að vera í einhver hlaup í Flórida. Bara, já, þú ert í 32 stæði hita. Og þú ert að hlaupa og þú verður hot and sweet. Þykkan vökva. Já, en ég skilja og vildi 4. Já, ég meina, ég hefði tekið hverju sem er. Sko. En allavega, og á svipuðum tíma og ég segi já við Flóridahlaupinu, þá er ég spurður hvort ég vilji fara í hálfmarathon í Prag. Og ég kann ekki segja nei, þannig að ég segi já við því líka. Já. Allt og langt í það. Já. Ég var það var alltaf langt í, þú veist hvernig þetta er bara, ég myndi spyrja þig, ertu laus eftir 8 mánuði í eitthvað hundleiðilegt, þú myndir segja já. Það er bara eitthvað þannig. Þannig að ég segi já. Svo fer að koma að þessu og ég alveg bara, heyrðu, ég þarf kannski bara að hætta við þetta. Ég var orðinn svolítið stressaður af því að ekki nóg með það að þetta var eitthvað hlaup, hálfmarathon, ég var að fara með hlaupahópi. Þannig að þú veist, þetta var svona... Já, og líka var þetta ekki svona eldri borgarar að hlaupa. Allt er góð með það, ég er ekki með já, en þú veist, ok, þú veist, þetta var þú veist, þar, já. Og þetta voru vinir frá Eyjum og þau vildu öll hlaupa, skilurðu, og þetta var alveg málið. Þannig að ég var rosalega einn í þessu að vera bara eitthvað, ég nenni þessu ekki, skilurðu mig. Já, í þessu ati. Og þá, þú veist, fyrir fólki að vera bara eitthvað, þú komin allar þess að leið, mér er ekki að laupa. Og ég eitthvað, ég er bara í borgarferð. Ég hef nú farið ýmsa leiðir í gegnum lífið. Já. Á þess að þurfa að vera að hlaupa 25 kilometra í einhverju borg. Ég get alveg verið í Praga á þess að hlaupa 20 kilometra, sko. Heyrðu, og svo þarna fer að líða hlaupinu og við þurfum að sækja hlaupagögn og þar er 2 klukkutíma biðröð í að sækja fucking, þú veist, númer og einhvern ókeypis bakpoka, eða skilurðu. 2 klukkutímar þar sem ég stend í röð, þarna hugsaði ég, það 50-50 að hlaupi, þarna fór það í 0% líkur að hlaupi, 0, af því að þarna sá ég fólkið sem var að fara að hlaupa. Ég vildi ekki bendla með þetta fólk var að teygja, það var að hlaupa á staðinum. Þetta er bara, þú veist, þetta er eiginlega bara eins og ég og Símon Gummason myndum taka hlaup saman. Já. Það var labbað út. Ég meina 100% og ég meina, þú veist, og þarna var með skítkalt og ég var bara bugaður. Þetta var ekki Flóridaveður. Nei, og svo þú veist, förum við, þú veist, í gegnum eitthvað íþróttahús að partur á röðinni og þar var svona verið að svona peppa og svona sölubásar, eitthvað svona, hei, fáðu þér hlaupúr eða eitthvað svona, sem bugaði mig ennþá meira einhvern veginn. Þannig að ég sótti gögnin en ég sagði þetta kvöld, það er ekki séns ég fara að hlaupa og ég senda þig að því þurfti þarna andlegan stuðning og þú veitti mér hann. Ég sagði, vá, hvað ánægður að heyra. Já, þú sagði bara takk fyrir að hlaupa ekki. Að því að svo daginn eftir, þá bara sef ég út og það var svolítið hlaupa morgunin og svo hitti ég liðið eftir á og þá er þetta náttúrulega bara wow, hvað það var gaman, þetta var bara Hvernig er þetta svona gaman? Þú veist, ég veit það ekki og þau létu sko eins og þú veist, eins og þetta væri bara, þú veist, ég hefði verið að missa af bara Led Zeppelin tónleikum eða eitthvað eða bara, þú veist, að þau verið að hlaupa á Ólympíuleikunum en einnig varstu bara í einhverju austur-evrópsku borg að hlaupa með fullt af fólki og skokka. Af hverju vill fólk hlaupa svona mikið í kringum annað fólk? Já, án þess að vilja ekki að tala saman og þetta fara í fjallgöngu ángríns og bara arkiði fjall náttúra verið í stuði, takið kunspásu á milli horfið í kringum ykkur. Þú þarft ekki að sækja númer fyrir það? Nei, þú þarft ekki að sækja númer meiri í núinu og minna að bera sér saman við aðra sem er ekki holdt heldur. Ég veit það. Og líka er málið svo líka til þess að við klárum þetta með hlaupafólkið að þá er þetta líka dálítið þetta sko að vera að þegar nú er ég náttúrulega talað um Óskunnars það er ég dálítið að fylgja henni og þessari óbærilegu konu sem heitir Mari Jerskatna bakgarða skvísan sem hún er ólétt Nei, ok. Og hún er að hlaupa og hún hleypur og svo hleypur og hún er á gönguskíðum og hún er á þessu og hún er æst og svo er þarna, þú veist, ein æskuvinkona með Nína með þeim og þau eru, þú veist, þetta er eitthvað svona
Henni bara hætti af svona hæst. Sko, ég var fyrir aftaninn í röð í bakari í Eyjum og hún var öskrandi. Já. Það var venjulegi talandir hennar var bara algjörlega óbærileg orka. Ég sá í augunum og gæjanum hennar að hann var ekki alveg, sko. Og núna hann búinn að barna hana. Jæja. En gangiði vel samt. Til það mikið með þau. Þau voru reyna. Og ég get lofað því að krakkið þeirra að fara að hata hlaup. Það er alltaf svona andstæðin. Ég vonast að barnið verði eitthvað svona alkoholist. Nettur dópisti. Já. Bara svona passlegur dópisti. Sem hatar hlaup. Já. Þú veist. En samt ógeðslega góður í. Svona wasted potential eitthvað. En heyrðu, já, og eini gallin við að hlaupa ekki var náttúrulega bara það að fólkið var rosalega svona, þú veist, þetta, veist, svona að láta mann finna fyrir kannski að ég hljóp ekki. Já, en hvernig náður réttleitað eitthvað með ferðinni, þú veist? Ég sagði bara, ég er í borgarferð. Já. Þú veist, ég er í sightseeing. Já, já. Ég er labbandi í borgina, fara á kaffhús, fara á bari og njóta mín. Þú voruð að kaupa kristall í Prag? Ég fór eitthvað bakari sem einhver Íslendingar áttu og bara styrkja. Nei, og þú veist, og það var eina pirrandi við hlaupa ekki. Hittir þú lókalinn? Hópurinn, lókalinn þá. Bara Íslendingar lókalinn? Nei, reyndar ekki. Í bakarínu? Þú voru ekki að vinna. Croissant í búði? Ég man ekki hvað, ég myndi muna hvað staðurinn hitt. En allavega, svo sem sagt, kvöldið er búið að bóka borð á stað. Og ég vissi ekki hvernig staður var og Melli eitthvað svona, það verður bara surprise. Og það var surprise að því hún vissi að ég myndi hata þannig stað. Melli hún kann á sinn mann. Ég hafði röglega neitað, þú veist. Herðu, staðurinn, mann hvað heitir, en þetta var svona staður þar sem að maturinn kom á lestum. Allur staðin var allur út í lestum og þú pantaðir. Ég sá. Þú sendir myndið ekki. Já. Þú stugluður að senda myndir. Ég get sett núna í story, þetta fyrir á storylistan okkar á syndarsölum. Maturinn kom á svona lestum og það var, þú veist, gimmickið og fólk alveg elskandi og það var svo lélegt, skilur. Og svo getur satt maður að því að, þú veist, brautateinarnir voru svona út allt þannig að maður satt svolítið þessum kruss og svo bara eitthvað pantaði maður bjór, þá komum við með lestinni og alltaf jafn gaman. Wow! Jutti bró. Kemur leið eitt. Já, hei og ding dong, eitthvað. Flaut og ég... En þannig varst að vera hrútur. Grútur. Nei, ég var ekki grútur. Já. Varst ekki bara að vera með? Jú. Það er dálítið eina leiðin oft. En þá verður svo gaman. Ertu ekki stoltur af mér? Jú. Því að ég var bara, þegar alltaf einhver sagði bara eitthvað, wow, þá sagði ég bara, já, þetta er áhugavert. Já, ég hefði verið bara, woo! Ég fór náttúrulega negli í mig. Panta meira! Já, þú veist, þetta var ömurlegur staður. Já. Mér langar smá. Því glaðari sem allir voru með hann, því meira hataði hann. Eins og, að því þú veist hvernig við erum. En ég náði sína lit, ánæði með mig, en svo var það skemmtilegast í ferðinni. Svo sagði ég við Melli, nú gerum við eitthvað í kvöld, vorum við tipsy og svona. Ég segi bara, ef ekki bara bóka karaoke bara við 2. Heist. Ég fór í karaoke líka í Edinburgh. Já. Segi frá eftir. Það hvað er gaman. Það er svo gaman. Og ég segi bara, við 2. Við bjóðum bara fólki með, en ef enginn vill koma, þá erum við bara við 2 bara að hafa gaman. Það væri ógeðslega gaman. En svo buðum við öllu liðinu. Já, og allir til. Auðvitað. Þannig að við drögum 13 manns eða eitthvað í karaoke. Þar hefur nú slegið í gegn. Og ég ákvað bara svona að vera svona gestgjafinn, svona jæja, þú veist, nú tekur þú lag og svona helmingurinn sem fólki var bara svona bælt og inn í sér. Var bara satt. Ég var svona þreytt og bugað og þreytt og lúin bein, eldri bein. Og ég atast eitthvað í þeim og fæ alltaf að syngja. Og þá sé ég að fólk er svona hægt og rólega að brjótast út úr skelinni. Og þetta kynntist ég líka parið, eitt par af þessum hópi, því ég er alltaf mjög bjartsýnn og opinn, skilur. Ég er alltaf til að kynnast fólki, mér skýt saman hvað er gamalt. Og þarna var par sem var ógeðslega skemmtilegt. Aldur? Ég kynntist nálgast því, 60. Ok, minn aldur. Nálgast 60 eða eitthvað. Og gæinn bara snillíkur og gælna snillíkur, bara ógeðslega gaman hjá okkur og ég, við erum bara perluvinir.
og þannig að það sýnir líka ég er ekki neikvæður gagnvart öllu þessu fólki ég bara megum við ekki bara verið neikvæður gagnvart hlaupinu jú, það og svo bara getum við bara kynst þeim á jöfnbrautarlistinni með drykkjunum þar byrja bara fyrsta kynning sem að var já. Og það var bara úrslega gaman að hanga með þeim í karaokeinu og Melly fer og næri skot fyrir alla hún er svo mikið stemmingskona sko. Hún bara eitthvað, á ég að fara og bara skot fyrir alla ég bara, já. Hún fer og þú veist hendir jagar í allir sko. Ég verði eiginlega að stoppa það smá sorry. Þetta er Símon, þetta er bara að ringi mig já. Halló? Já, passar Sveinn Guðbrandur heiti ég og hringi frá Stígamótum en við erum þess að dagana að heyra í því góða fólki sem tók prófið okkar rauð og græn plögg í samböndum og vildi bara byrja að þakka kærlega fyrir þáttökuna. Já, ég þarna getur heyrt í mér eftir ég er nefnilega já, en takk fyrir að heyra já, bye Ég er að taka þátt í einhverjum prófum Hvaða kynnsjúkdóma próf frá Stígamótum? Stígamót með eitthvað raun og græn flögg svo var líka Alzheimer samtökunum daginn tók einhver próf svo var ég einhverju öðru prófum daginn það er svona net, mér leiðist og fæði eitthvað svona e-mail eitthvað sæll svo er ég að ringja Lón og Don alltaf að spyrja mig hvernig there is no way of knowing hvernig ég svaraði þessu prófi allavega, þetta var smá innskot eina auka innskot á það smá last á vöku og rösku í háskólanum þau eru búin að árita Melly því hún er skráð í háskólanum það fólk er sko fucking geðsjúkt hringi hennan bara mörgur sem á dag þetta er last sko. Þetta er svakalegt en Stígamóti ekki last geggjað þessi kurteismadur Guðbrandur mér veist bara þegar mannstu ekki við svörum alltaf símtilum Guðbrandur flottastur og það er karaoke og við kynnumst þessu fólki og það verður bara ógeðslega gaman svo fyrir við og bara það er einnig viðbót þarna fóru flestir heim nema skemmtilega parið Tengdó og ég og Melly og við bara, förum að finna bar stuði Þú, Melly og skemmtilega pari var það eitthvað svona svingatri? Nei ekki líkt að því þetta er fyrrum sálfræðingurinn hennar skiptir ekki máli nei, ég veit það svo sem ekki en nei, það var engin þannig líkt þau byrjuðu saman, þetta par þegar þau voru, þú veist ég maður 17, 18 eða 16, hún var 16 og hann eitthvað eldri aldrei orðin þreytt okkur þeir getur ímyndað þess, það er eitthvað þarna heyrðu, svo hérna finn ég að vera sálfræðingur já, hún er mikið að sálfræða sjálfa sig hvers vegna er ég búin að vera með þessi típi í 17 ár en þau eru skemmtileg saman eftir öll þessi ár já, 17 ár, hvað erum við að tala um? 50 ár? Þau eru bara eitthvað þannig flott mér er það flott svo finn ég eitthvað bar svona eitthvað bakvið eitthvað skúmaskot og við hendum okkur inn þá er þetta húkabar þar sem maður er að reykja ávaxtatóbak eitthvað já og þetta var sem í dag kallast bara vape-bar í rauninni nema þetta er eitthvað svona múslima aldagömmul hefð eitthvað svona heyrðu, djöfull var það gaman við förum, gæinn bara já, góðan daginn, hvernig er reynslan í hópnum, bara engin eiginlega ok, þá mæli ég með þið farið í þetta hérna og svo fylgjastu með, hann að ef að þú veist, ykkur líður eitthvað skringilega, þá komum við að tjekkum á þetta var bara svona mega var þetta cannabis í þessu? Nei, það var húka en eitthvað þjónustan var bara eitthvað svona intensely bara upp á 10 og þannig ef þið líður eitthvað Nei, bara eitthvað svona, ef var eitthvað off, þið látu okkur vita okkur langar bara eitthvað lífið vel og eitthvað Melly týndi símanni sinum á þessum bar og þá fór gæinn bara hjálpina að leita og svo, að því að við vissum hann var einhvers staðar inni svo var hann bara eitthvað, heyrðu ég ætla að slökka bara á tónlistinni á barnum bara í 2 mínútur þeir ringið í, þess að hann var komið þangað þetta er þjónusta minnst þetta fallegt og svo förum við að negli okkur þetta húka og það er gaman, það er allir þú veist, og þá lítum við ganga þá lítum við ganga og maður verður svolítið light-headed og þú veist, þetta var gaman líka með Tengdó sko. En þau voru, það var svipur aðeins smá svona, hvað er í gangi svona, þú meiri villingur en Daniel þarna er fólki nýbúið að hlaupa líka og þennja svo rattbönd og svo ofan í tóbakið þetta er ekki síkófólk nei en dæmaðu sígarettur Nei, ég veit það ekki, sko. En þegar ég kem til Eyja og hitti þau og verða á pallinu með þeim, nýbúin að mynda ginnistæluna,
heldur að þeim myndi vera bara hvað, ef ég segi bara, heyrðum, maður ekki bara hlaupa út og taka hennar síkó. Þeim alveg sama. Það ekki? Jú. En ég fekk alveg svona nokkra svipið svona, villingur ég, af því að ég dró hópinn. Til þess að fara að veipa ást og tóbak. Já. Og ég tek því alveg. Ég meina, það bara, ég bara að hrista þess upp í þessu. Búa til smá stemmingsferð hérna. Já, aðeins að leyfa sér. En svo bara að fara heim og þetta var nefnilega skemmtilegt kvöld, sko. Myndir segja að það komið óvart? Ferðin? Svona miða við, nei, ég að tala bara kvöldið. Svona miða við byrjunna, þú veist, sleppa að hlaupa. Já. Og dæmaði smá fyrir það mögulega. Dæmaði smá, þetta var bara alveg, og ég var bara eitthvað, ég góður, ég nefndi ekki að hlaupa þetta. Þú náður þessu með karaoke-inu. Ég held það. Þau hafa fattað að, þú veist, að kannski bara betra að fara í karaoke heldur en hlaup. Já, allavega, þú veist. Ég veist, skemmtilegra. Já. En jú, maður fann svolítið fyrir svona eftir að maður bara eitthvað, þú veist, menniði bara grjót, þú veist, mér skýt saman að hlaup, skilu. Þú veist, bara, þú veist, það ekki að fara, þú veist, virka á mig að vera eitthvað svona, hlaupa, hvað var þinn tími? Nei, joke, haha, og ég eitthvað, já. En ok, allavega, klifti, þið voru samt lengi. Lengi. Nei, ég heiti bara Gíða þarna í Prag. Í Prag. Já, eða þú veist, svo daginn eftir tókum við eitthvað svona sightseeing bara á Cozy og fóru á einhvern bar sem heitir Hemingway bar sem svona aðalbarinn í Prag og hann var bara gimmick, sko. Já. Allt kom í einhverju svona skrýtnum Game of Thrones glösum, sko. Kjánalegu staðar. Hemingway bar. En svo bara haldið heim og þetta var í raun bara svona ferðin, sko. Bara svona Prag helgarferð, sko. Og ég naut mín rosalega vel með Melli minni og þetta var bara þannig ferð. Dásamlegt. Það var eins mikið paraferð og við gátum bara gert þetta. Flott. Veist, af því að, þú veist, alternativið hefði verið að vera í einhverjum grimmum hlaupahópi sem að fer bara til útlanda til að hlaupa, sko. Já. En já, þannig að... Akkur hleypur fólki bara kringum heima? Já, ég meina, maður spyr sig. Það er bara... Og svo getur þið bara farið til Prag í stemmingsferð. Geðislega fallegt að hlaupa þarna í örugglega kring. Æðislegt, ég tók puffin run, það var geggjað. Já, þú gerir ekki aftur. Nei. Nú er það ansnúan hlaupi. Já, eða þú veist, ég get hlaupið 10 af því að þú veist, þá ertu ekki byrjað að fokka þér upp í einhverju svona rembingi. En sko ég segi, hlaupa kringum heimæi og fara svo til Prag. Fara til Praha og aðeins að leifa sér. Og fara í karaoke. Já, aðeins að leifa sér. Ekki vera eitthvað að fara varlega fyrsta kvöldið að því að þú ert eitthvað að fara að hlaupa bullshit. Nei, og eiginlega þarf bara dýrmenn tíma í fallegri borg líka. 100%. Að glemma því. En já, þetta var Prag. Já, Prag. Heyrði, ég held upp á afmælið mitt í Edinborg. Já. Vá, hvað ég elska Edinborg. Já. Þú verið komið okkar? Ég er bara fætt í Glasgow. Við erum að fara saman. Já, stutt að fara. Það er paraferð. Paraferð. Stutt að fara? Stutt að fara. Edinburgh. Bara 1:50 flugtími, mæli með. Easy peasy. Og ef fólk hættar að gera líka bara eitthvað svona skemmtilegt að fara í stutt að ferð, þú veist, það verður 3 dagar hjá okkur. Já. Stuttu flugtími, ótrúlega næs borg. Á falli hefði heilt. Stutt út í allt. Já. Harry Potter er náttúrulega búin til. Jú, hann er hann einhver staðar að leika sér. Og, nei, en svo er þetta bara, þú veist, þetta er bara geggjuborg. Talandu kurteisi, hver einasti skoti ég held ég hef aldrei hitt bara kurteisfólk frá því ég lendi. Ég tókum flugið til Glasgow. Já. Og þarf það alltaf við það? Nei, það er beint flug líka. Það er bara, þú veist, ég var að standby og það bara verið tæft hjá mér. Einmitt. En tókum lestinni yfir. Gaman að vera lest. Það er gaman. Í nýju landi. En leið og ég lendi. Það bara tekur á móti með skotin sem er bara eitthvað, bara hvað get ég gert fyrir þig? Hvernig get ég aðstofið og allir líka hrifnaður mér og svo líka fyrir utan það við erum með skotablóð, sko. Við erum með skotablóð en Írin er samt meiri í hjartanum mínu en skotin er, þú veist, mér leið eiginlega eins og ég væri svona litli stóri frændi. Já, þeir, sko, skotar ógeðslega fyndnir, ógeðslega kurteisir. Og þessi skotar eru búin að sækja mig að vera Norðurlönd. Ég veit það, þeir vil ekki sjá þetta Englandsbúlsitt sem að mér finnst bara vera part of the Northern Countries. Mér finnst aðdánavert og sko, þeir eru líka mjög self-aware ef það meikar sens. Þeir eru svona... Ég sko, einu sem ég get sett út á Skotland var að það er aðeins svo mikið af fólki með fjólublátt hár. Jæja. Og grænt hár. Já. En allir kurteisir. Já. Að því sögðu, þá var ég þarna og fyrsta sem ég tók eftir þegar ég kem er
að ég var eins og Calvin Klein model. Allir ljótir nema Sven. Veistu hvað? Ég labbaði og hverjum einn eins og bar sem ég fór inn og var bara fólk bara eitthvað. Af því að þú veist, ég er 1,87 á hæð. Risastór. Og það bara eins og ég sé bara... Þarna á ég heima. Já. Já, meir íri í þér. Já, þú ert myndalegur íri. Ekki stórir. En skotarnir, allir með krumpa andlit. Ég var á einhvern tímann með Finni og það voru 2 gaurar sem lentum í spjallu á barnum og þeir eitthvað svona, eitthvað sem við búum inn eitthvað. Where's this couple of ugly fellas here? Everybody is so handsome in Iceland. We're just a couple of ugly fellas. Hún sagði það við mig konan á flugvellinum. Já. Þegar við lentum og þá var þarna kona sem sagði are you from Iceland? Oh, you're also handsome in Iceland. Já. Sem er eiginlega ekki rétt að við erum öll upp til hópa fyrir eitthvað ljót. En þarna kemur self-awarenessið. Þarna self-awarenessið, já. Þú veist, þau bara vita og mér finnst þessi gæja taka þetta frekar á innsæðinu. Já, einmitt. Og bara þú veist, en líka bara ef þau eru öll ljót, þú veist, þá núlast það út í rauninni, þú veist, þannig að það er gott. En þetta var eiginlega bara, frá byrjunlenda og þetta fór bara í fjölskyldinu. Ég labbaði inn bara sem módel, nýkliftur, nýrakaður þá, með sko nýrakaðan punkt líka. Já. Og hversu rakað ferðu? Þú ferðu alveg í bold? Nei, að því að málið er maður náttúrulega sko því eldri sem ég verð. Því náttúrulega loðnar er ég. Já. Þannig að það er ógeðslega skrítið að vera alveg bold og svo ertu bara með bringuar. Já. Þannig að þetta er mjög svona fallega snirrt. Já. Þú jafnar. Já. Og þarna ég fyrir að fara að græja þetta mig, ég er alveg í ruglu. Já, verður að gera. Ég get rakað þig. Það er nýtt hjá mér. Ég raka vinnu mína. Látum á Patreon. Já. Allavega þarna það sem að gerist allavega við fyrir allir Leitiborgar og það er eiginlega ekkert meira að segja þess að ferðin nema bara þetta var náttúrulega bara stórgóðslegt, allir í stuði, ég átti ammali. Ég hélt upp á ammali mitt með fjölskyldinu. Ég hélt upp á ammali mitt á stað sem heitir Tom Jung eða eitthvað. Nei, mann ekki, það kemur aftur, ég gleymi öllu. En þetta er japansku stöður. Já. Hann heit hana Arigato. Og er eiginlega bara þess að pöntum allan siðilinn. Já, það líst mér á. Svo sátum við bara borðum. Svo fórum við karaoke. Geggjað. Og ég veit ekki, bara ég get til að, þú veist, ég er ekki jafn góður ferðasögumaður og þú, en þessi borg er bara geggjuð. Sko, mér langar alltaf, ég er alltaf langar að fara á þangað og ég held að verði úr því að því að, þú veist, þetta flug, come on. Já, þetta er bara stutt flug í bara borg sem að bara allir taka fagnandi inn á Heartbeat. En nú varstu með fjölskyldunni þinni. Já. Hversu mikið leifðir þér ruglið? Alla leið. Já, þú lést ekki stoppa þig. Nei. En hvað var þá með þér? Í ruglinu? Já, þú bara tók sóló. Það er svolítið amerískt og skemmtilegt. Já. Ég er búin að vera á Skál og það er svo mikið af einum Ameríku sem koma og bara lendi góðu til. Systir minn er frábær til dagdrykju. Já. Þú veist, bróðir minn er frábær í margt. En þú veist. Svo þegar svona í lokin. Já, svo náttúrulega tókum við líka með því ég leifiði sko elsta sunn hans að vera með í ferðinni. Sem er gamall? 15. Já. Þú veist, með þess að bara svona... Má hann ekki köpa bjór þarna eða eitthvað? Ég smiklaði hann á bar. Já, og 15 ára. Já, en þarna en þú veist, hann fór bara að sofa og allir eru þreyttir, þá náttúrulega gýrast í. Já. Þannig ég fór í hitti skost fólk. Já, skemmtilegt, gerir ég ráð fyrir. Grindr. Já, en varstu þá bara svona Grindr og chilla með eða þú veist, svona kynnast? Fekk með tequila. Já. Með einum, mikið tequila. Það er nefnilega svolítið gaman. Og líka svo eru rófnum búin að adda mér á Instagram. Já, það er skemmtilegt fólk. Ég meina, þú veist, ég er heimboð. Já, ég meina, einn bara þar. Ég meina, 2, takk. 2 fyrir 1. En sko, ég í Glasgow, þú veist, ég fór heim með bara svona 5 Instagram-vini eða eitthvað, Finnur sem var með mér. Hann endaði, við týndum hver öðru áður en að snjallsímar urðu eins og þeir eru og hann endaði bara einhverju ketamínpartíi og eignaðist bara fullt af vinnum. Fékk hans í ketamín? Reyndar ekki. Og hann er skynsamur maður. En sko, var ég búin að segja því ég prófaði þetta einhvers jón? Nei. Já, það er önnursa. Það er svo sem önnursa. Það er ekkert löngsa, ég var bara einhverju partí í London og tók þetta og fór beint heim og sofa, þetta var ömurlegt. Já, var ég búin að segja því ég fekk mér þetta í Köpen einu sinni? Nei, kannski ekki. Á klúpur. Það er klúpur. Svo vaknaði daginn eftir. Já. Vaknaði daginn eftir. Klukkan var í hádeginu. Þetta er mörg ár síðan.
úr einu yfir annað. Ég ætla bara að klára Edinborg geggjað, mæli með bara, þú veist, förum okkar saman, vinirnir, þetta er mjög höfum að gaman. 2 kærastar. Þegar ég fekk mér þarna, ég geta mín í Köpel. Já. Það var klúbb. Já. Og þá allt innu kemur maður sem að við þekkjum á Íslandi sem barþjónn. Og segir þessi neil, hvað sem að geta mín í það? Og ég bara, hvað er þetta? Ég veit hvað þú tala leið. Já, hvað er þetta? Ég bara smá hérna. Og ég bara... Þú nærði honum? Já, ok, ekkert máli eitthvað. Og svo bara, þú veist, þarna klukkan kannski svona 2 eftir miðnætti. Já. Og svo bara fæ ég þetta ketamin og allt í hennu byrja bara allt að hægjast. Og ég skil þetta dópi ekki. Ég fatta ekki stemningunni þessu dópi. En, þú veist smá þarna, þegar ég bara horfa eitthvað bassabóks og það er bara eitthvað, wow. Upp og niður. En allar hreyfingar verður slægar. Skrítið. Þetta er náttúrulega hestadeyfilif. Já, byrjum á því. Heyri, svo er ég bara eitthvað, fuck, ég átti flugdaginn eftir. Og ég er eitthvað, og þú veist, og tímaskinn alltaf fer bara til fjandans, eins og bara gera svo eitilugum yfir höfuð. Og ég, allt í einu bara lítið klukkuna, á svona klúbbi og þú veist, þetta var svona underground klúbbur þannig að þú veist, það er náttúrulega bara ekki svona, þú veist þú bara svona algjörlega missir tímaskinnið. Anything goes, allt í rugli. Og ég lítur, ég bara, fuck, hún kortir í 12 og bara fyrir hátegi og ég bara, fuck, flugið mig til klukkan 3. Var það þá 10 klukkutíma sem að höfðu bara í wow. bara alnættið. Jesus. Og ég lappi upp þennan risalanga stiga upp og þessi staði það var klúbbur, svona underground klúbbur sem var beint á móti Tívolíinu í Köpenhamn. Það var svona fyndið staðsetting fyrir underground. Já, bara svona algjörlega kom algjörlega, þú veist, þetta er bara túristsvæði. Já. Það er svona alveg falinn og þú þurftir að vera eitthvað svona, þú veist, okkar maður náttúrulega hleypti okkur, þú veist, komum okkur inn og þú þurftir að vera eitthvað svona, þú veist, einhver gæi. Já, þú þarftir að vera klæddur svona og þú veist, eitthvað stopp í kringum þetta. Já. En ég lappa upp og lappa út og leið ég lappa út þá allt í hennu bara fellur aftur á mig bara víman. Aftur? Já. Þú veit, endist þetta? Og ég var búin að vera að fara með þetta og það var allir bara herri, klipti það að ég lappa út og ég bara fuck, ég á flugið til 3 tíma og þú veist, hvað ég maður að segja, þetta er svona 10 ár síðan og já, ég flugið til 3 tíma og ég þarf bara að lappa þú veist, upp á hótel, ég þarf að sækja, gera mig að græja og fara upp á flugvél. 3 tímar er nú fínt. Já, en samt þegar þú veist, það er allt í fokkjöður. Já, þú ert kannski ekki besta ástandinu. Þú ert ekki kjörastæðum til þess að vera einhver svona, nú er ég að fara upp á Kastrup til að bara fá mig kaffi latte og hafa það næs. Þú veist, þarna er ég bara ekki með eitthvað hótelherbergi einhver staðar sem ég þurfti að koma mér í, þurfti að finna mig leigubíl, gera þetta, nema það, ég er að labba yfir götuna og allar hreyfingar eru ótrúlega stórar og miklar. Já. Og ég labbaði þarna og allt inni bara, heyri ég bara, Svenni og ég eitthvað lít þá var það eitt gamall grunnskólavinur minn sem er mjög leiðilegur maður. Já, þú ert ekki í stuði fyrir þessa típu. Nei, ég náttúrulega er að labba maður með sko, bara svona fæturnar af því að sko, þú rugglast á öllu sko, þú veist, hreyfi geta henn fyrir til fjandans. Já. Þannig ég er bara eitthvað arka. Oh my god. Þú veist, og ég er eiginlega, þú veist, hvert eina skref hjá mér var eins og ég væri að taka þú veist, bara svona 5 skref. Svona tunglinu. Já, og bara, þú veist, ég er bara rugglinu. Já. Og þessi maður er svona arkitekt og var með konunni sinni sem er líka arkitekt og 2 með börn. Þetta er ekki það sem þú vilt. Og það er bara, hæ, hvað er að frétta þér? Og ég bara, Sven. Já, bara leiðin upp á Kastrup. Já, hvað er þetta að koma? Og ég bara, klubnum. Já. Og þegar eitthvað, og svo bara sé ég bara svona, þeir svona horfið fram með mér og löppi. Skítrætt fyrir barna. Síðan það er ég bara hitt hann manna í reunioni og hann heilsið mig alla. Voðalega. Við erum að dæma það svona. Já, en bara veistu, fínt að hann heilsið en ég mælis þetta ekki með þessu eitilifi. Já, en fínt að hann nenni ekki að tala við ykkur. Bara, þú veist, þróta stemmingsgaur. Já, samt ekki. Já, hann er allar hljómað hann. Já, en þú veist, já, mæli bara ekki með. Náður fluginu? Já, sko, 3 tíma. Fór í góðu sturtu. Já, hvernig var flugið? Já, bara svaf ég bara. Já, gjössalega kongar. Já, maður er alltaf búin að vera í flugum í gegnum tíðina á ýmsum. Já, geta mín flugið mikla. Sko, mitt var meira svona að ég var í svona partí, þetta var svona eins og bandarist svona frat partí. Það var svona 3 hæða,
þú veist, í eldhúsinu var ekki bara svona reykvél og ljósklúbbur einhvern veginn og svo var sófachillið á annara hæðinni, þetta var svona eins og maður ímynda sér svona, þetta er skrítið samt. Og svo var eitthvað, getur mín og ég eins og þú veist bara, ég bara til ég að prófa allt þó að sé bara einu sinni og ég bara að prófa þetta einu sinni og ég, eins og svo oft áður því ég prófa eitthvað, þá bara svona detti úr stuði og fyrir heim og þetta var þannig hjá mér, ég bara eitthvað ég farin, ég nennus ekki og það hefði lítil áhrif á mig og svona þannig að þú veist, kannski tók ég ekki nóg fólk er náttúrulega mikrodósa þetta kjaftaði núna það er allir mikrodósa allir mikrodósa allt en hvað segir þið, þú varst með að lifnaði yfir þér einhvern veginn nei, ég bara átti sögur sem ég alltaf segir allavega ekki, höldum áfram að tala um samt að ammælishelgina þannig við erum á Göteborg og ég er komin heim og það er bara flott með það bæði við, þú veist, enn og aftur geggjuferð 10-10 lendi og klukkan er náttúrulega bara, þú veist, rétt 4 þá hringi Stjáni í mig og bara, hæ, ef við ekki að fá okkur drykk og ég bara, absolutely á sama tímapunkti sendið þú mér hæ sama tímapunkti sendið Víkingur í mig hæ, og þarna bara hugsaði, nei, nú þarna fóru stjörnurnar svona fullkomlega í beina línu bara nú sláum við þetta allt í kæru lissi og ég hleyp heim fyrir styrtu hitti ykkur á Ærismenn og vákvaða gaman það var geðveikt, sko þarna var Viki sko, komin í stuð og vantar ekki upp á skemmtilegt stuð og við, þetta verður ógeðslega gaman þetta var algjör vitlist, þetta verður algjör bull og bara yes og veistu, ég vaknaði viðbjóðslega þunnudaginn eftir og mér var bara smá sama ég nefnilega vaknaði þunnudaginn eftir og ákvaða að fara að drífa mig norður hanna sko ég nefnilega framleiðindi ferðina ammælisferð þannig ég drífa mig norður þú vaknar bara klukkan vaknum hádegi ógeðislega tímbröður búin að halda partí heima Maríu Efrin hæðinni brjáluð og það hlauparinn nei, jógakonan hvað heitir hinn áttur, Mari Æðla jógakonan og hún sagði, klukkan er orðið þetta þá kallar einn vinur minn sem var alla er ekki bara komin tími þá því að vakna kelling sló ekki í gegn nei, ekki? Nei hún ekki bara en ég ætla að vakna og þá er sko Mæja okkar hinn Mæja Sif þá er hún líka fyrir norðan og ég bara skelli mig norður og úr verður að ég fer á standby fer norður á Akureyri beint á Korkin lendi og fór svo bara út að borða á Norð beint og þangað þetta var síðast skiptið sem ég borða á Norð þar sem að Rafnir afsakið mig, þetta eru stóra fréttir þar sem að Rafnir já, af því hann er að hætta og þetta eru stóra fréttir við vorum mikill talsmaður þessar staðar og verið miklu uppáldi hjá þér og farið oft og svona og nú segir ég ætla aldrei aftur nei, ég mun fara, þetta er síðast skiptið sem að ég fer þegar Rafnir ekki já, en hann er eitthvað að hætta þannig að þá náttúrulega ég veit ekki alveg hvort ég sé bara hagminni því að mæta já en hvað gerist? Já, það kemur í ljós eftir pásu? Veistu hvað Rafnir er að fara að gera? Hvað? Hann er að fara að taka við á list í listigarnum Akureyri já ég hef aldrei farið þangað nei, ekki heldur og er þetta gott múf? Ertu ánægð með þetta? Já, ég hugsa það alveg staður? Já hann er náttúrulega heimsklassa kokkur Geggjaður. þannig að hann þarf að vera heimsklassa stað já, en ég er samt búin að fatta það að Norðurlandi er ekki lengur mitt sko, þetta er svo stórt núna er fólk sko að stoppa bílinn og bara núna er allt ég er bara mér finnst það leiðilegt að segja það en því líkir kjúklingar er bara einhver leiðilegt fólk á Akureyri núna? Það virðist vera eins og það sé einhver breyting orðin nýjasta kynslóð bara að sökka og það er einhver maður sem að tökum til dæmi það er sér þarna í Leynibar sem hann bannaði ykkur að syngja sem klukkan 2 bannaði okkur Víking að syngja klukkan 2 nótt fáralegt Inter Milan söngva sem er alltaf bara galið já, þetta er bara stemming og svo mætir maður í stunguvesti því ég sita þetta núna á laugardaginn þú farið aftur á Leyni ég fór aftur á Leynibarinn og kemur og segir voru þið ekki varst þú ekki með viniðinu daginn já. og segir, já, nú eins gott ég hef verið í stunguvesti
og ég hugsaði, hvað, var ég að stinga þig eða? Nei, þið voru bara ég bara heyri vinnur, veist það. Hvað sagði hann, byrju? Þegar þú sagði, var ég að stinga þig? Það eins gott, nei, hann sagði bara já, og svo var hann með eitthvað, þú veist, ég bara eiginlega bara misti bara. Var hann að halda þig fram að þú hefur stungið sig? Ég vil meina að hann hafi verið að halda þig fram. Hvaða geysi? Ég vil alltaf meina því að hann hafi alltaf haldið að væri, því hann segir eins gott að ég verið stunguvestu, ég bara, fyrir ekki, var ég með einhvern hníf á mér eða? Það hefur væntanlega verið einhver dýraverður. Þetta var eigandi staðarins. Í stunguvesti? Hvaða gruglir í gangi þetta fyrir norðan? Ég veit það. Hvað, eru bara stungu árásir hægri vinstri og Akureyri? Ekki séð einustu frá Sven, sérstaklega? Og sérstaklega frá mér. Þú hlaupandi Ég hef ekki séð einustu frétt á Akureyri þar sem ég sé eitthvað, maður var stunginn á veitingastað. Maður sem var 9 ára fertugur, hljópum með vasaníf að stinga mann og annan. Shit, en þetta allavega, þú veist, það allavega, þú veist, gott að maðurinn sé eigi stað og eigi stunguvesti, af því að hann er tilbúinn. Eins gott að Svenni og Víkingur mæti nú ekki með hnífinn aftur og mundi hann. Sko, en eftir þetta, veist, ég lappa út, ég var svo pyrraður. En bara þannig, hvernig endaði samtalið? Ég sagði bara, ég kem aldrei ekki aftur, svo bara horfði ég á vinn minn sem ég hafa með mér og ég sagði, nú er ég farin hérna út. Og hingað kem ég aldrei aftur inn. Þetta varst að gefa annan séns með þess að... Já, og líka ég bara mæti aldrei aftur þannig á stað sem að einhver ásaka mig það að ég A, hafi verið með ofbeldistilbyrði og B, að ég hafi verið með einhvers konar tilbyrði til að stingja einhvern. Sko, ofbeldi... Þannig, leini bara Akureyri, ég lappa aldrei aftur á þinn. Shit, sko, þetta eru ásakanir. Ég kæri mig þetta. Stunguvesti, þú veist... og eitthvað, þú varst að stinga mig þú varst að stinga mig eins og ég og Víkingur að syngja Indi Mílansöngva við hefum verið með einhvers konar tilbyrði til þess ekki sjans. Þið hefðum átt stingan að mínum átti. Þannig ég myndi bara ég segi svona, aldrei. Ég er að djóka en ég bara, þú veist þarna ég fekk bara nóg, ég hugsaði bara, ég hugsa bara mitt Akureyri atriði sé bara leiðindulokk. Ég held að þetta sé nýja kynslóðin 2000 kynslóðin sem er að koma núna. Þetta eru aumingjarnir. Já. Þau eru nefnilega að koma þeir eru að koma, þeir eru að kaupa bari jafnvel, eða byrja með bari þú veist, 1000 sinni við Akureyri þannig að þeir eru þú veist að komast festa sér svolítið svona sinn sessin í vinnumarkanum þú veist og við erum að díla miklu meira sem einhvers konar aumingjar og eiga ógeðslega erfitt með tvo bara, þú veist, einn Imriðan Sven og einn Víking sem að syngja í þrumustuði. Sko ef að þið hefði verið með þarna Inter Milan vinum ykkar, þá hefði hann verið stunginn við að stoppa þetta. Ef hann hefði verið með mér og okkar fólki í Ultra Nord hann hefði ekki séns. Þá fyrst hefði hann verið stunginn. Þá fyrst. Hún var alltaf flekt niður stúkuna. Já. Þannig að hann var bara heppinn að hafa ykkur tvo. Já, bara heppinn að hafa ekki verið á San Siro með okkur. Ég er að segja það. Þannig að þú veist, hann upplifði þarna stungu alveg lágur. Já, hann vil meina það allavega. Þú veist, að mér fannst á sann eins gott að það verið í stunguvesti og ég bara, what the fuck? En sko, við krifum þetta aðeins meira. Þegar þú fórst þarna fyrst og þau voru að syngja söngwana og í stuði, þá var einhver hent út og hvað, þú veist, hvernig voru þau samskiptið, þú veist, varst það að rífa kjaftið eitthvað var hent út eða? Náttúrulega Víking var kannski búin að vera með kjaft allt kvöldið þarna, en þú veist, svo var ég meira bara þegar okkur var bannað að syngja einhverja skemmtilega Inter-söngva, þá er ég bara, hvað má ekki eftir hérna, en sama á stemninginu þegar ég labbaði þarna inn líka, núna. Það var svona allir, þú veist, á að vera stemning allir af öss en samt ekki stemning allir af öss, bannað að syngja þú veist, þetta á að vera flottu bar þannig að kallast Leinibarinn en samt ekki stemning sko þannig að þú veist, þú hefur kannski verið með smá svona hey, what the fuck og farið ég var mögulega með attitude en það er ekki að sama á stinga einhvern og eða berja barður einhvern? Nei það er góð vá, elskuð kalli það er sko, með þessa kynslóð, það eru margir svona, svolítið svona fórnalömb þú veist, og hann er kannski bara trúir því í alvörun en það er stungin bara, og nú er ég náttúrulega örgulega gaslýsans að þetta er hans upplifun jæja, og hann má eiga, þetta er hans sannleikur auðvitað má hann eiga þessa upplifun og svo kærir hann og þá bara það er upplifun út af fyrir sig og þú veist, þetta verður alltaf úrslega erfitt Þannig að þú kemur heim og segir Norðurlandið, ég er orðinn góður já, fyrir vita það var geggja að borða lastbílat wraps Hvar segirðu? Hjá Rafni á Norð, að því að matinu var geggjaður ég nefndi ekki að fara á eyju að því að, þú veist, stemningin er farin þar ég held bara, þú veist, þetta litla moment sem Akureyri hafði á tímapunkti sem ég ætla að segja fyrir svona 1,5 ári 2 árum
og það virðist bara að vera að dvína út. Já. Ég hef ekki komið ánga síðan við vorum með þátt. En það var bara moment sem að Akureyri hafði til þess að vera bara stórkostlegur bær sem vil kalla sig borg. Flotta staði. Nú er búið að dvína það út, búið að skrúa fyrir, hætti að kalla ykkur borg, farið bara eftir í bæinn. Já, þeir eru krumma sko, mætti segja. Þau eru eiginlega orðin kokki. Já, þeir eru ofkokki. Já. Hvernig Götubarinn? Lifir hann einhverju lífið? Flottur. Já, hann er alltaf flottur. Up to the 10. Já. Götubarinn að mínum að uppáhaldsbarinn minn. Hann heldur þessum litla smábæ uppi. Þú veist, það eru ekki mæni stunguvesti. Nei, eða sakamenn. Það er bara fólk í stuði. Já. Svo bara, þú veist, já. En ég hugsa sko næst yfir Akureyri, þá ætla ég bara að halda mig við einhver svona, bara svona gamla svona beginning of the north, sem er bara Greifinn, Götubarinn. Já, 100%. Greifinn, Götubarinn aftur. Já. Og svo Greifinn, Götubarinn og svo heim. Er strikið ennþá? Þetta eru 3 dagar. Strikið ennþá það? Strikið líka, já. Kemur þannig við? Já. Gója, var það eitthvað? Finnum út úr þessu. Þetta er allt staðir sem voru þarna. Sko, þú þarft alltaf, ég meina þú átt þarna en þú veist, ég segi þetta með sorg í hjörta. Já, auðvitað. Að vera, þú veist, að ég er smá, þetta er eins og ég sé að hætta með einhverjum. Þú veist, I'm breaking up to the north. Sko, þú veist, ég var vinnur Norrlandsins, voru óvinnur. Einn af þínum bestu vinum, jafnvel besti, býr þarna. Já. Þannig að þú náttúrulega verður einhvern veginn að fara. Ég hitt hann meira leið. Hvað, bara í... Blöndós. Hvað er hitt? Blöndós. Varman hlýð. Það er fullt af stöðin sem ég getur af Sánsson. Og svo þurfa sko að móka mér inn í þetta bæjarfélag. Farið í bjór á Staðaskála. Getur sittið þar, Lónodon. Þú veist, það fullt af bara, ég get fundið Sauðakrókur. Þú veist, það fastur á þessu að þú ætlar bara ekki til Akureyrar. Ég hugsa að ég muni ekki fara aftur líka. Og þú ert prinsip maður. Já. Þannig að ég heyrist þetta að vera... Já, svo brýti prinsipið samtidig, sko. En ég segi líka, ef að sko Rafn Sánsson þarf að hitta mig, einhvers staðar, þú veist, það koma margi líka annars, þú veist, það er Húsavík, ég með Dalvík, þú veist, það er bara fullt af stöðum í kring, sem ég segi bara áframga, Grenivík, there you go, keiri í gegn, ég skal keiri í gegn. Hrísey? Eyjaflakk. Húsavík? Já, ég er bara að nefna það, þú veist, það er bara fullt af stöðum, en fyrst og fremst Blöndós. Þú keirir mestalagi gegnum Akureyri. Já. Og gefur það sí, svona í leiði gegn. Já, veistu, ég hef aldrei verið stór aðdáandi Akureyra. Ég virði, þú veist, ok, flott hjá ykkur, en ég hef engan áhuga sem bæ. Þú veist, mér finnst þetta, þú veist, að ég veit... Ég líka, þú veist, þegar fólk eru stunguvesti, ásaka með mér hafi stungjan, þá er þetta bara break-up út af fyrir sig. Já, og þú veist, og hann er einhvern veginn allir ykkur ömulegri brekku og það er bara svona lítið að vera, ég held að það sé ekki svona í bíó, þú veist, það er bíó, come on. Er það ennþá? Þannig, ég er ekki alveg búin að hætta með Akureyri, sko. Er bíó þarna? Já. Var það ekki að fara að hætta eða eitthvað? Kannski er það hætt. Kannski. Jæja, allavega. Allavega, þetta er bara búið. Þetta er búið spil og þú veist, það var gaman að fara þarna í söngakeppninni í galda. Já, ég er samt komið með nýjan bæ núna. Nú? Egilsstaðir. Egilsstaðir? Nú líst mér á. Nú ætla ég að vera vinur Austurlandsins. Þar getum við gist. Já. Og þar getum við flogið. Já. Og það er fallegt. Það er fallegt. Það eru tré og hreindýr og ber. Og ber? Já. Nei, ég hef alltaf, sko, ég hef einu sinni farið Egilsstaða og ég flaug. Og mér fannst þetta mjög kósí stemming þarna. Já. Ég keyrði þarna í Seyðis... Ég er líka bara að fara einu sinni í Egilsstaði. Já. Og hrifin. Já. Ég keyrði þarna á Seyðisfjörð. Já. Það er Norræna eða eitthvað. Norræna. Það er hægt að hoppa í hana. Þangað getum við farið bara á bíl. Beint til Færeyja. Já. Þannig að þetta er svona ákveðin tenging þaðan finnst mér við heiminn. Heiminn, sammála. Heldur betur. Já. Á bíl, takk fyrir. Sem er ekstra. Já. Og mér var alltaf langaði í Norrænum líka. Já. Þú ferð ekki á bíl norður á Akureyri og kemst einhvers staðar til Álandseyja. There you go. Ekki eins og Reykjavík. Nei. Þannig að Egilsstað, ég til. Já. Og ég er náttúrulega, mitt hjarta er alltaf í Vestmannum. Já, okkar hjarta er í Vestmannum. Okkar hjarta. Sem ég glemma því. Það vantar ekki þar. En það er líka samt bara eigi út af fyrir sig og bara ég nenni ekki að vera bara einhver svona stöðugt í vandræðum. Já. Þannig að það er líka svo auðvelt að vera eitthvað svona Vestmannaeyjar, þú veist. Maður er bara búin að taka það út í gegnum tíðina. Það er bara stemming, segja. Algjörlega, en þegar kemur Egilsstöðum, there is nothing else. Já, ég sammála. Ef við taka pásu? Tökum pásu, þetta var góð yfirferð samt. Mjög. Og bara sorry, North. Ekki þá veitingastæðurinn, heldur bara Norðurlandi. Gerum betur. Fyrir utan Dalvík, Blöndós, Húsavík. Ok, sorry Akureyri. Sorry Akureyri. Gerum betur. Gerum betur.
Það voru komin aftur. Það var komin aftur skríðurinn upp. Skríði hingaði. Danni, veistu hvað? En samt talandi að þegar, þú veist, nú er ég ekki alveg búin að, þú veist, ég dreg aðeins í land með ég sé búin að hætta með Norðurlandinu. Já. Þú veist, þetta er pása. Vegna þess að ég borðaði með Gunnakalla og Freyju á Dill. Sem eiga Dill, sem eiga líka Norð. Á Norð. Þau eru mjög skemmtileg. Þau eru yndisleg. Ég er að fara út að borða með Freyju 9. maí á Dill. Bara date? Tókum ákvörðun. Geðvig. Og Gunni Kalli sagði, ég hlakka til að elda fyrir ykkur. Flott skal að vera. Hann er alveg kokkur. Bestur. Heyrði, nema það að við tökum ákvörðun að fara og að borða Dill, en svo segir Gunni eitthvað, eru þið Danni ekkert að spáði kannski að kíkja og tjekka með Michelin eventinn sem er í Kaupmannahöfn. Pítu nú við? Michelin stjarnan. Já, afhendingar, já, er í Kaupmannahöfn núna. Hvenær? Í sumar. Vá. Nei, ég held að það sé bara næsta februar. Við þurfum að skoða þetta allavega. En ég sagði Gunni, þú veist, hann vil ekki séns sem að komast inn þar. Heyri, þið sagði ekki bara eins og fjölmiðlum. Sem bara, þú veist, við erum bara fjölmiðl að fjalla veitingabransan. Ég er þetta með presspass frá Rás 2 og nú allt. Já. Þú veist, nú nýtum við þetta og við förum. Ég tek það bara á loft. Já, af því að sko, ef við komum sér á það komum svo inn á afhendinguna sjálf. Tjúvillar það flott. Það væri geggjað. Mækaður upp allan tíman. Sko ég bókstaflega með svona presspass sem ég get alltaf sýnt bara eitthvað ef ég vil. En það þarf að segja, þetta er einhver svona afhending að þú þarf að sækja þetta, en ég vil ekki gera það. 100p. Það ekki? Ég er mjög til. Af því að, þú veist, ég bara get ekki ímyndað með hvernig þetta er. Og, þú veist, þetta er mjög áhugavert. Þetta er geggjað. Já. Getum líka að tjekka einhverjum stöðum. Já, og svo er þetta málið, þetta er event, þú veist, þetta er alveg svona 5 daga event eða eitthvað. Já. Þú veist, það er fullt af eventum allt svo er að afhendingin sjálf. BSA hvað? En það þýðir, það er rosalega erfitt að koma sinn. Já, við reynum. En við reynum. Já. Og Gunni Kalli sagði líka, reynið þið bara. Fyrir hann, eða? Það er ekki, auðvitað fyrir hann. Já, fyrir mig honum. Úkislega gaman. Já. Það er bara allir kokkar. Svo er líka áhugavert að vita bara, þú veist, er Dill að fara að fá stjörnu númer 2? Það er náttúrulega aðal spennan, sko. Já. Við getum, þú veist, ef við komumst ekki inn, þá verðum við allavega, sko, með mækarna að horfa á það. Við verðum allavega einhver staðar. Við Michelin, það er svona okkar velun, sko. Það er, já. Þarna er okkar velun. Já, það er gaman. Við líðum líka eins og allir kokkar sem að, svona, er að fá Michelin-stjörnur séu svona töffarar eins og Gunni. Þetta eru upp til hópa ofbeldismenn í stuði. Já, segjum það. Já, en mér þykir rosa vænt þessu ofbeldismenn. Já, og nú er ég að segja þetta sem þið raun og veru út frá því með þarna gamla skólanum. Já, þetta er gamla skólanum. Þetta er, þú þarft að vera nóharður og það þarf að vera rosa mikil ægi. Já. Og þetta er ekki skjáttími. Og skjáttími er ekki lagi. Nei, hvað? Þú veist, hann er tekin aðra leið og nákvæmni. Það fellur alltaf undir. Þannig að fyrir svona, heitir þetta ekki Boomers 2000 módelin og þetta eins og eigandinn á þarna leinibarnum aðgurinn? Nei, Boomers er þarna, nei það er Zoomers mögulega. Ok. Eða sko Boomers er þarna eftir allavega 2000 módel momentið, eigandinn á leinibarnum. Alfa? Hann væri löngu búin að skrifa langa grein eigendur Michelin-staða ef hann væri búin að vinna einu þannig. Já. Og það væri bara að beita sko allskins ofbeldi. Já, sem væri rauninni bara skamman. Sem væri rauninni bara að segja bara verður betri vinni. Já. Bara taktaði stunguvestið. Rífið í gang. Og verður stuði. 100% sko. Og ég minna hérna áður fyrir, það var náttúrulega svolítið gróft, menn voru að kasta pönnum í kokka sem voru ekki nóg góðir. Við erum búin að... Svo fyrir má nú vera. Við erum búin að finna milliveg. Við erum búin að mýkja og ég elska en málega, svo er þetta allt saman kallar. Og nú segir kallar og konur. Þú veist, sem eru með aga en svo er þetta stæðstu hjörti heimi. Gunni Kalli, ég hef aldrei hitt mikill bangsa. Já, Alba líka mjög mjúk. Og yndislega mann. Inn við beini er Alba mjúk. Ég ætla ekki að gefa henni samt alveg statusinu Gunni Kalla því að þú veist, Alba er bara ágætt út af fyrir sig. Já, sko, en þú veist, hún er rosalega blásin. Hún er glerhörð með blásin. Já. Þú veist, en hún samt fellur undir, sko, þú veist, hún er geðhörð en svo er hún bara sjúklega mjúk, skilur mig. Já. Gunni Kalli klárlega líka. Þú veist, þetta er bara þannig og þú veist, ég þurfti rosalega mikið svona orku þegar ég var að byrja á Íslandi í geiranum svona tvítugt. Þetta er bara eina sem þú þarf til að læra bara aga í lífinu.
ég þurfti bara þetta Já. og ef ég hef verið með einhvern mjúkan En yfirmann sérðu hvað erum í toppmálum Já. ef við fyrir manna event já, Þú veist, þar erum við bara í sko wow. Já, það væri geðveikt sko og við þurfum bara að þræða þessi ívent yfir höfuð já, við erum svona syndaselir mættir og svo hér erum við erum komnir. náttúrulega rannsóknarblaðamenn í rauninni Við erum það og það þýðir ekki bara rannsaka inn við Íslands Nei. Það þarf að fara út fyrir landstinn nefnilega Þú veist, eins með og- ferðamækin eins og með Prag ég mæli ekki með Hemingway bar sem er aðal barinn þar ég mæli ekki með Anonymous bar þar sem allir er með svona grímu, svona Anonymous grímur að segja suss og... Edinborg mæli með alla bari já, there we og go, haggis there we go. Prag er og nálægt í austur-Evrópu Já, megin já. að þú Já, veist náttúrulega þú veist, þetta er okkar norðurlanda þjóð já, sem er Skotlandir ekki spurning og með þeim skemmtilegri Þú veist, bara leigubílstjórin er uppistandslevel fyndin, já. Og fyndnar en allir allir á kátir. Íslandi allir uppistandir á Heyrðu, Íslandi viltu fara í lofalastuða? já, ertu með eitthvað? Þú veist, já, ég get alveg lastað margar hluti hann má alltaf lasta Ég verði að halda fram að lasta guðsurnar bara já, það er líka Þú veist, þetta er svona eiginlega last hjá mér og það er bara þegar þetta er svona áreiti mig á Instagram það er og einhvern það er veginn svona líka fólk í ýmsum guðsum nú var ég að sjá nýjasta póstin bara í morgun þegar ég vaknaði þá þarna ég sé póst frá einum leikstjóra á Íslandi sem er guðsu kona og hún sagði næsta guð segja mér þetta og svo sendi hún en nú þarf að borga fyrirfram fyrir guðsuna já, og þá kom einhver linkur með einhver svona rosalega erfiðum leiðbeiningum það hvernig ég ætti að borga og langur texti og ég veist að vá, þú veist, ég þarf alltaf að fá 5 guðsur fyrir það að fara bara í gegnum þetta ferli þetta guðsudæmi er að færa sér på skaftið svo, já, þetta er að færa sér på skaftið og líka borga fyrirfram við erum með ferðarposa hvað, er fólk að borga fyrirfram sem fyrir að borða? Já, Nei. Við erum með fyrirfram ef að mér bara míslíkar þá þessi ánægja minni guðsunni, þá ætlum ég ekki að fá að borga Nei, bara eins og fólk bara guðsu fólkið þetta er guðsu fólki og hlauparar og svona allskins trendfólk sem að hlustar á Bríett og Laufey þú veist, þetta er allt saman fellir inn á hóp nefnilega, og þú veist, ég vil þau ekki taka fram eiginlega fá bara, þú veist, ég alveg verið að tala núvitundin er það að finna hann á margvíslan annan hátt en að hanga í einhverju ferða guðubæði það svitna af sér kókainu já, eða bara svona almennu vanlíðan já. Þú veist, svitnum hann bara, þú veist, okkar eigin hátt og hvena var líka í lægi að vera bara solo in your own terms það var bara næst fyrir sjálfa þig það er ekki hægt það þarf að vera eitthvað þetta þarf að vera atriði eitthvað svona sammenning með öllum það þarf að vera atriði, ef það er hlaup það þarf að vera númer já, þú veist eða guðs, það þarf að borga fyrirfram og þú veist, þú getur farið í sánu, sorry getur alltaf farið bara í sundhullina á Barónstíg en þetta þarf að vera eitthvað atriði afrek, óþólandi last ég ætla að lasta afrek óþólandi mér finnst þetta að vera alveg við erum svo bestir þegar við erum leikvennir, það er svo gaman, halda áfram sesspúlið, sko, það var ársatíð afreks, við fórum þetta í aðeins í notum við erum búin að fara í gegnum þetta sko en bara aftur, þú veist þetta er ársatíð líkansætta fólks sem er fyrir ræktina fólk bara verður svo mikið fólki sem bara getur ekki verið bara eitt með sjálfur sér það verður verið í hópi, það verður verið í gengi já, og það sem er að segja allt þetta er fólki í afrek, þetta er guðsurnar þetta er þarna í Laufey og Bríett tónleikarnir þú veist, þetta er allt saman þetta er hjarðhefðin og ég veit ekki, þú veist, ég skal alveg vera einn í heiminum já, ég með ég er með annar last líka. 2 í heiminum, en sko ég verð að segja líka bara, ef þú ferður að hlaupa ekkert af því ef þú ferð í sánu, ég meina, auðvitað bara frábært ef þú ferð, þú veist, og gerir þessa hluti, þú veist, það er ekkert að því en það, í ræktina, skilur en og það er allt í góðu að vera í close friends og senda myndatökur á því hvernig þú stendur það er bara flott en ég þarf ekki að láta allan heiminn vita því að ég sé ársatið með fólkinu sem ég tek 1 og 1 game session með getur ekki bara að fara í ræktina á þess að vera einhverjum svona gengi eða svona hópi fattar ekki hvað ég meina? Þetta er líka golfvarnir þú veist, þetta er allt sem taka þátt í öllum mótunum þetta er þú og paddelið já, ég er reyndar hættur Ertu hættur í paddel? Já Eigum við vera bara 2 saman ég ger ekki neitt hvernig væri það? Þú mátt fara í ræktina Já, ræktin er gott og líka bara fínt að kíkja world class og líka, svo elskaði líka eitt það kemur að fólki sem er í afrek og það er þetta lið sem segir hvað er þetta að hefa? Já. Að ég er í world class? Já. Ég er afrek. Elsku litli kallinn minn. Og ég bara, já. Nei, það er bara slækvað þegar það er fólk á okkar aldri í afrek. Allir úr Hlíðunum eða Vesturbænum. Þetta er Óli Óla meets Gísli Martin.
Þú veist, þetta 105, Óli Óla, Gísli Marteinn 107 og svo allt þar á milli. Ég að fara að vera með leysa á Rás 2 á laugardaginn í hádeginu og ég að spæða að fá Óla Óla. Auðvitað, hann bestur. Og það liður sem heitir meðmæli og ég ætla að fá held ég Óla Óla. Hann geggjaður í því. Hann svo geggjaður. Já, við þurfum líka að fá hann sem gestinga. Já. En ég er með eitt annað last og það er líka þarna ungt fólk í pólitík. Þú veist, þarna erum við með eins og við erum að tala vöku og röskva eða vaka og röskva eða whatever. Þetta er ungt fólk sem finnur hag sinni því að vera í bara háskólanum og hugsa, já, ég ætla að vera í háskóla pólitíkina. Hvað þýðir það? Ekki neitt. Bara, ekki neitt. Þú veist bara eitthvað fram að pota þig. Er búið að byggja fleiri rampa í háskólanum? Er búið að gera þetta? Og við í alveg tala, kids, youngers, hætti að reyna að vera svona smart. Þetta er svo kjánulegt. Við erum með þarna, við erum mennsk. Ég var að horfa að viðtal núna bara í morgun líka, sem reytið mig, og það er sem sagt þarna einhver McCarthy sem er formaður ungra miðflokksmanna og svo er það Július Gimpi sem er formaður SUS, samband ungra sjálfstæðismanna. Það eru síkópatar. Og ég horfði, síkópatar? Ég horfði að þess að gæi, ég segi, hugsa sér, þetta er gæjar sem er ekki orðin sko 25 ára alltaf. Og þeir líti út fyrir að vera 45 ára. Og hugsa eins og 60-ir. Já, þetta er bara last á ykkur öll sko. Og eru bara hringjandi út, eitthvað er að kjósa mig. Já, þetta er bara last á ungt fólk í pólitík. Eins og gæin sem sendi á vin minn, sem setti mynda mér í story og sagði, er Danni skráður í samfélkinguna? Já. Þú veist, bara róa. Þetta er bara last, bara last á ykkur öll. Grjót haldið þið, sko. Svo erum við eitt last aftur og það er bara Laugavegurinn. Bara gerum betur, nú er að koma þarna kosningar. Það er ekki þegar sko Árni vinur minn þarf að vera sko að loka gallerínu sinu, sem er gallerí Port, út af því að það er bara ekki hægt að fá almennilegt fólk á Laugaveginn til að sinna verslunarýmum og öðru. Því ég leiti í kringum því ég labbaði þetta niður á hann, allt saman útadaði lundabúðum. Já, þú veist, lokum á þetta, setjum mörk, þú veist, gerum meira partí. Ég er með last líka. Ok, loka lasti. Maður er búið að trekka í okkur. Neikvenna. Við erum toxic. Mál og menningar bullshiti sem er núna. Loka því. Þetta er saman, sko. Eins og ég segi, ég er búin að vera með inn á skál og það er, ég er að fara að koma með kannski næsta þetta einhverja sögur þaðan. Að því að maður er að hitta fullt að liði og mikið að túristum. Amerikanar fá lof fyrir að vera bara kunna á barmenningu. Já, vera samkunni sjálfur sér. Já, mæta oft einir og kunna spjalla og ég lít líka á barþjónavinnuna sem svona, ég tengi fólk. Það situr við barinn og ég er svona, hei, ja, og svona tengja liðið, sko. Og leifa þeim að spjalla á meðan ég fyrir svo að gera eitthvað annað. Þú veist, mér er það gaman. Ok. Svo hefur mikið verið að spyrja mig, þú veist, hvert þú að fara næst og eitthvað svona, og ég segi veður, sjálfsög. Weather. Og þarna, svo segja þau alltaf, já, við erum að spá ég að fara þarna á mál og þarna bókasafnstaðinn, hann eitthvað, og ég eitthvað mál og menning, bara já. Og ég bara, af hverju? Bara live music, ömuleg music. Þetta er bara eitthvað coverband, þú veist, að spila bara eitthvað fucking Sweet Home Alabama. Okay. Þannig að ég segi bara, please ekki fara á það. Þetta er ömurlegt. Þannig að þú fendið bara Rakleys og Irishman. Frekar. Í annars konar trúbador. Beint í trúpa. Það er alltaf, ég veit ekki, þú veist, það er, ég ætla að segja þessi betra. Þetta eru full band, það er meiri læti í þeim. Og 90% klæðindinu eru erlendi ferðamenn, þannig að þú verður ekki eins og fá lokal. Hvað er fólk að heyra af þessu? Þú veist, ég skil ekki, ég er að segja, ég er búin að lenda 2 svar á 3 vöktum. En veist það, svo er einhver ótrúlega skrítin áhugi, sérstaklega meðal bandaríkjamanna, að hlusta á livebönd. Það er alveg. Og ég meina þetta er bara, þú veist, þú fyrir Nashville. Jesús. Takk. Já. Þú veist, þú Broadway-götin í Nashville. Ekki einu sinni bara þar. Nei. Hótelinu sem ég var á, það var bara dragsjó morgunin. Eða skilur, og ég er bara, og svo tónleikar og... Já, þetta er svona brjálæðislega mikil orka. Já. Og þau elska þetta. Þannig að hvað Amerikanar fá í rauninni lof og last. Lastið er þetta, æði. Já. Og lofið er hvað þau kunna á barmenningu. Þau kunna drekka. Þau drekka martínia, þau drekka, það er ekki til um eitthvað pornstar bullshit, ég bara tala um alvöru martínia. Þau drekka, þú veist, old fashioned Negroni
höndla sterka drykki, þá ég að tala sko 24 ára stelpur. Það kunna að sitja við barinn, spjalla passlega, spjalla við næsta mann, það myndast falleg stemming við barinn, þau kunna bara á þessa menningu. Svo þegar ég fæ Íslendinga við barinn, þá þið bara alveg von í sér, það bara ekki á næsta mann. Lasti líka fá Íslendingar, í raun og veru lasti fá bara hjarðhegun Íslendinga, en þau náttúrulega eru það næsta mann að þú ert í Gusu, að þú ert að hlaupa, að þú ert á Laufey tónleikum í Kórnum í Kópavogi, að þú fyrir að Bríet tónleika einhvers staðar í Silfurberg, afrek og golf og padel. Þetta er algjöri lúsirar. Þetta svo mikið lúsirar. Svo gaman að vera neikvæða með þér. Ég fór þarna í padel, ég held að sem ég slökkti á padeláhuga mínum var að fara í padel með gæja sem var mjög góður og mér fannst það svo lame ass típa að ég var bara, ég vil ekki verða betri í padel, þá get ég endað þessu hersi gæja. Þannig að nei. Við erum svona ofsagóður í einhverjum nýlegri íþú. Og vera pirrandi með það. Þetta er, gaman að neikvæður. Það er gaman að neikvæður, ég ætla að lofa einu og því ég ætla bara að lofa veður. Endum bara á jákvæðunótunum. Endum á jákvæðunótunum, ég ætla að lofa veður. Mér finnst nýbarinn á veður vera eitt vel heppnaðasti sparsystem. Þetta er best, sem barþjóð. Skipulagið upp á 10. Hvernig barinn liggur, ég veit að margir sjá þetta ekki og spá í þessu, en þú veist, þetta er þannig að þetta er bara fullkomið layout. Og gaman að sitja við hann og ég segi nú eru allir vegi færir fyrir veður. Svankvít að vinna keppnir og lendi í sæti. Svankvít að vinna keppnir, Símon fucking Hansson eins og alltaf. Algjörlega. Bara fullt af góðu fólki. Ég sendi fólk hinga frá Skál með bara svona fullt með bravo og bröðsafur. Ég segi bara þeir eru að fara að vera að því að máli svo líka fyrir okkur sem eru kokki með svona, þú veist reynslumenn, ég mæla ekkert með hverju sem er. Nei guð, það sem syndasnir snýst út á. Og ég labba ekki, hverjum og eitthvað, þú veist, bara ef ég hitti fólk í vinnunum minni sem er í fluginu og spyr bara einhverju farþegar sem að spyrja bara, hvað er að frétta, þú veist, þarna ég þú veist, hvað mælur með? Ég þarf að taka mig mikla pásu. Algjörlega. Þetta er orðspor okkar sem er undir. Orðspor okkar undir. Heyri, far þú að vinna. Ég ætla að fara að halda áfram, ég er á námskeiði. Það er verið að henda, allavega. Ég er að fara námskeið sem ég verið lungubyrjaður á. Ekki klukkan 9 morgun. Ég þarf að fara upp í útvarp. Gangi ég vel. Ég er að fara að vera, ég var svo þunnur daginn. Ég ætla að tala það næstu viku. Ég var með æluna í hálsinum í loftinu senstu lögða, allavega. Alveg sé ég smá núna. Já. Þarna Guð bless ykkur. Bye.